most important part of the research from my point of view was the ability to actually reconstruct what this cod population that has been fished for centuries, actually more than 1,000 years, actually looked like before fishing started, or at least at the onset of fishing. Upphafið af þessu verkefni, það fyrir sjálfsagt 20 árum síðan þegar Ragnar Edvardsson, fornleifafræðingur og vísindamaður við rannsóknarsetur Háskólans vestur á Fjörðum, hann í sínu doktorsnámi og fyrir að rannsaka verstöðvar. Þarna vekur þorskurinn sjálfur athygli af því að það var ekki hægt að skýra þessi mynstur sem hann að sjá í fornleifauppgröftunum, eingöngu byggt á sögulegum heimildum. Og svona í kjölfarið þá fórum við eiginlega gagngert að grafa til þess að nálgast kvarnir. The kvarnir, the otolith, is found in all fish species, and it is, to the fisheries biologist, probably the most important part of the fish, believe it or not. And it's this silly little chunk of rock found in the head of the fish, just beside the brain. It's not attached to anything. And it acts for the fish as a way to help in hearing and especially in balance, so that the fish doesn't turn upside down, for example. Það svona helsta nýnæmið í þessu að við höfðum það mikinn líffræðilegan efnivið, það að segja það margar kvarnir, að Steve Campana, sem auðvitað lykil maðurinn í þessu verkefni, náði að beita hefðbundnum fiskifræðilegum aðferðum til rannsókna á landnámsþorski. So this otolith is like a memory stick for the fish. It's got the entire life of the fish stored in it. So when we get these, and even those that have been sitting around for hundreds or thousands of years in sediments, like they were in Iceland, we can go back and apply these methods that we apply to a cod caught now, and we can actually see what that cod that was living 1,100 years ago was actually doing in its life. Það sem mér finnst merkilegast að sjá hvernig hægt að nota rannsóknir á kvörnum þorska til að sýna miklu meiri veiðar útlendinga eftir 1400 heldur en við höfum vitað áður. When things changed is when the export fishery started. When the Icelanders started fishing for other countries, or other countries sent their boats over to fish. And that's where the big change occurred. Með því að nota þá þessar líffræðilegu niðurstöður sem aldurssamsetning þorskstofnsins, þá þetta að sjá hvernig dánartíðni þorsksins byrjar að aukast strax á 14. öld. Og þetta leiðir til þess að við þurfum að skoða alla sjávarútvegsögu Íslendinga eftir það upp á nýtt, sérstaklega frá 1400 til 1800. Byggt á þessari aldurssamsetningu sem lesin út úr kvörnunum, þá hægt að reikna út hver náttúruleg dánartíðni þorsks. Og þetta mjög mikilvægt fyrir fiskveiðistjórnun nútímans af því að þessi tala hún notuð inn í stofnlíkönin sem Hafrannsóknastofnun að beita í dag. Fish stocks, cod in particular, is so important in the North Atlantic, not just to Iceland, but to Europe and to North America. And they've been fished for so long, for none of them do we have a view of what it was like in a purely pristine condition. Ef við horfum á stöðuna landnám, ég held að mér sé alveg óhætt að fullyrða það að veiðiheimildirnar hefðu verið umtalsvert hærri heldur en þær eru núna. En það segir auðvitað líka hver hafa verið áhrif okkar á stofninn. For the first 3 centuries or so, the level of fishing that was going on by the native Icelanders was really having very little effect on the cod population. It was still very healthy. The cod were big, they were old, they were growing so slowly because there were so many of them. That's a problem we very, very rarely see anywhere in the world. Í þessu vistkerfi sem var til forna, þar sem voru miklu fleiri fiskar, þar samkeppnin fæðu meiri og það veldur þessum hægari vexti. So to get a view of what it was like in a pure condition is wonderful from a fisheries biologist point of view, because now we know what the target is. And fish management right around the world always tries to determine the optimal fishing level. What's the level of fishing where you can leave enough cod to spawn and provide a good livelihood to humans? And we never have that view of what the original conditions were. All of our data is from after they've been fished for a long time. So
the main result, from my point of view, was a very rare view of a pristine cod population. And I was delighted with the way it turned out.